Góðan daginn skotnar og velkomin í Gamesýruna. Það sunnudagsmorgun. Klukkan 8:30, 14. júní. Mér langar að fara aðeins yfir bara ykkur 2-3 atvik sem að komu fram í þessu nýjasta gagnadroppi inn á stríðsmálaráðuneyti Bandaríkjanna, og fyrir ykkur sem að vilja gefa ykkur tíma í að skoða þessi 3 dropp 8. maí, 22. maí og svo 12. júní, þá getið þið farið inn á war.gov og valglugginn efst til hægri, UFO, veljið hann og þá getið þið farið og skoðað öll þessi gögn. Og sko, þrátt fyrir efasemdir mínar mögulegt psyop, einhverja framleiðslu á narratífu sem að enn óvituð, þá þetta samt sem áður, ekki hægt að neita því. Þetta náttúrulega gríðalegt magn af upplýsingum sem að eru komin þarna inn í open sector og mikið af þessu áhugavert, mikið. Við erum að tala þetta gögn frá CIA, FBI, Department of War, NASA og fleiri þriggjastafa stofnunum og það hægt að eyða miklum tíma í að skoða þetta. Við erum að tala í þessu droppi hérna alveg gríðarlega mikið magn af svona orb sightings, og það skal tekið fram að ég skrifaði talsvert orbs í minni nýjustu bók sem að reyndar ekki komin út ennþá en á leiðinni í prentun, UFO 202, og þá þessa plasma orbs. Eins og ég segi, í þessu droppi þá kom mikið af þessu fram, og lýsingar bæði frá einstaklingum og embættismönnum. En svo í þessu tilfelli, þessi mynd hérna sem við erum að horfa á hérna, þetta eru svona rendering samkvæmt lýsingum. Þetta orbs launching orbs. Þetta sko 3 teams of federal special agents describing orange orbs in the sky. Þetta nú reyndar eitthvað annað. Við erum að tala hérna, það þessi hér sko. Þetta eru sem sagt bara þetta eru FBI agentar sem að verða sem sagt bara vitni af því að sjá sem sagt orba myndast yfir held ég 2 daga tímabil. Það sem að sko, ég getur bara að lesa þetta fyrir ykkur. 3 teams of 2 federal law enforcement special agents, each Osper 1, Osper 6, independently describe seeing orange orbs in the sky emit launch smaller red orbs in groups of 2 to 4, with 3 being the general consensus. This is stated to have occurred at least 5 times. Each time the orange orb would appear, launch red orbs, then disappear. The orange orbs was only visible for 1 to 2 seconds. The red orbs would generally move away from the orange mother orb in a horizontal path. But in a couple of instances, one red orb was stated to move, heading up to an angle, while another witness stated sometimes the red orbs would swoop down after being launched from the large orange orb. These events were witnessed by multiple teams from varying locations and vantage points from over 2-day period. Due to the sequential nature of the event, it is not known whether there were a single orange mother orb that released a group of red orbs or whether there were multiple orange orbs at play. Sko, þetta eru FBI agentar að lýsa þessu.
og, og þetta náttúrulega sko, skýrslan hérna þetta alveg merkilegt og aðeins eitt sem ég langar að sýna ykkur í augnablik. Já, það þessi hérna erum við líka með annað. Þetta sko búið að strika yfir eitthvað. A former US Army intelligence officer along with 4 other members of his unit, þetta 5 manns, observed the UAP over the Cayena Mountains as they exited their office building. Described the day as a perfect bluebird sky as there were no clouds, lítill raki, 50 degrees Fahrenheit í hita. The object was potato-shaped with distinct edges and appeared to be looking painted on a creamy, whitish, opal scent color. It was somewhat translucent with slight shimmer. The object was made out of what can best be described as articulating fish scales or panels that were non-symmetrical, non-overlapping, and irregular shaped. The object itself was perfectly still, but each panel on the object shifted in slow waves, starting at different points of origin, but at the same time. Þetta ekki hægt. After approximately 2 minutes, horfði á í 2 mínútur, the object vanished. Specifically stated that the object cloaked in the space of time. It took a turn ahead, and there was no shadow. Svo var gerð sketch af þessu því að þeir horfa á þetta í 2 mínútur. Mér svona reyndar svolítið skrítið að þessi ekki taka myndir af þessu, en þetta eru 5 FBI agentar þarna. Svo annað mál hérna og það er þetta hérna. Þetta skýrsla þar sem að einstaklingar hringja og tala að hafa séð orb og tóku á iPhone myndband og við getum nú séð myndbandi hérna. Þetta myndbandið sem þau tóku þessi vitni af 2 orange orbs á samsíða ferðalagi himinin og svo þegar FBI agentarnir komu á staðinn þá sáu þeir þessa orbs sjálfur með berum augum og í skýrslunni hérna, sem að ég sýndi ykkur hérna, þar kemur þetta allt fram. Þetta þetta já, ég alltaf í svo mikilli togstreitu. Eins og ég segi, efahyggjumaður og skeptiskur á allt sem kemur frá yfirvaldi og ríki, psyop eða ekki, þá þetta samt merkilegt og það hægt að fara náttúrulega bara, eins og ég sýndi ykkur, ég get nú bara fletti þessu hérna upp. Það hægt að fara bara hérna inn og hérna þið með náttúrulega alveg gríðarlegt magn af upplýsingum. Þetta hérna, þetta fyrsta og þetta bara 17 blaðsíður og svo þetta annað hérna og þá var þetta svona aðeins skýrara. Þetta eru myndir, myndbönd, FBI skjöl, CIA skjöl, DOA skjöl og ljósmyndir og það var svona skýrara og það voru þarna í droppi númer 2 voru svona skýrari myndir, bara myndir í 4K af svona hnöttum, svona hálfgerðum búkaspír, ekki orbs. Þeir komu ekkert fram fyrir núna og þá í númer 3 og þetta þannig, það hægt að flokka þetta, ef ég fer
fer hérna inn á all types, ef ég fer bara hérna inn á videos, þá ég með hérna bara þessi vídeo hérna og þetta sem sagt ég geti bara spila bara öll þessi vídeo. Þetta var svona triangular shaped orb, svona ekki sjást neitt rosalega mikið en eins og ég segi þetta sko alveg vert athugunar. Það alveg á hreinu og mér langar sem sagt hérna í lokin þá langar mér að sýna ykkur sko David Grush sem að við erum flest meðvituð hver hann náttúrulega kom fram 2023 fyrst í viðtali við Ross Coulthart á News Nation. Ég búinn að koma inn á þetta áður og svo ber hann vitni í júlí 2023 fram með fyrir þessari bandarísku þingnefnd og hann náttúrulega segir hérna hluti Biolex came og svo framvegis. Ég búinn að koma inn á þetta milljón sinnum áður en hann náttúrulega var semst búinn að vera að vinna þarna rannsóknar vinnu semst fyrir hönd Air Force það sem hann var að safna upplýsingum hinn og þessi verkefni og hann hélt í fram að það væri búið að vera svo kallar svona crash retrieval og reverse engineering svört verkefni í gangi bak við tjöldin í áratugi og hann kom núna daginn 9. júní minni mig fram fyrir á fréttamannafundi við Capitol Hill saman með þingmönnum og konu það sem að hann sagði hélt í fram að við værum ekki bara að tala flíldin sem sjálf heldur værum við líka að tala bara geimverur og nefndi þarna plasmoids og sem sagt bara uppréttar verur með limi og fætur og svo framvegis en einhverja 4 týpur af verum eða 4 einkenni af verum lýstan og svo kom hann hérna fram núna í viðtali hjá Fox News bara í gær and everything, so I've seen the recovered vehicles and everything, so I would say that's probably the most stupendous thing, earth-shattering thing that changed my worldview when I got access to some of that years ago, and I do hope the administration, and I think they will release that information in a further drop. David, I gotta just jump in real quick there and give you a chance to talk about these crash site vehicles because you got the hair on my wrist standing up. Just real quickly, I don't want to filibuster Joey here, but I'm very into this. You got it. Tell me about these crash sites that you've seen personally. Yeah, a lot of them looked like what we saw. Some of the reporting dropped on Friday. There was a 1948 memo from the Chief of Naval Operations that discussed the flying disc pandemic that they were having, and they were enlisting help of the Air Force Intelligence Service. A lot of it was lenticular discs. Some was crescent moon shaped. I call it the flattened sunfish. There's a bunch of different morphologies that the U.S. government has recovered, from eggs to discs to crescent moon, boomerang type vehicles, and I got a small smattering sample of that of ones that have landed or crashed on the surface of the earth. Get access. Við erum að tala viðtal sín í gær og við erum að tala David Grush. Þetta er engin rugludallur og hann nýtur stuðning þingsins og í vinnu fyrir þingið. Og hann einmitt bara heldur því þarna fram eins og þið heyrðuð að segist bara sjálfur og hann orðin svona meira opnari með þetta, hann takmarka hvað hann hefur getað sagt en það virðist vera meira leyfilegt. Hann heldur því þarna fram að hann sé búinn að sjá sjálfur sem sagt ljósmyndir eða gögn sem bara fyrir honum breyttu heimsmyndinni og sína bara óvéfenglega sem sagt fram á það að flíildin eru raunveruleg og þessar myndir og þessi myndbönd eru þarna úti og hann segir einmitt í viðtalinu eins og þið heyrðið að hann vonast til og það er náttúrulega bara alveg típist eða á að fara að dropa þetta í okkur hægt og rólega að þessi gögn verða svo sett fram í næstu
droppum. Þannig að ef við erum að tala sem sagt 2 vikur, við vorum hérna föstudaginn 12. Þetta sem sagt, já, ef það eru 2 vikur, þá það föstudagurinn 22. Við bíðum spennt. Herraskutnar, geggjað, það bongo blíða úti. Ég ætla að skella mér í gussu niður á ægisíðu og svitna úr mér því litla eitri sem innra með mér og svo ætla ég bara að njóta blíðunar í garðinum í dag. Þið ráðið hvort þið followið Geimsýruna á TikTok. Það UFO Geimsýran. YouTube, mæli samt sem áður með því, follow og subscribe, það semst undir þvottahúsið og það skal geta að þvottahúsið semst 5, nei meira, já þetta bara síðan 2020, þetta bara eitthvað 6-7 ára gömul rás með yfir, já ég held að sé, það á 150 þætti, viðtalsþættir á þvottahúsinu, þannig að ef þið viljið sjá semst þjóðþekta einstaklinga og fjölbreytt úrval af viðtölum við fólk semst frá mér og Davíð bróður og svo Arnóri Jónssoni, þá getið þið líka skoðað það en svona síðustu misseri þá hefur þvottahúsið sem sagt tekið að sér Geimsýruna því það ekkert sem stöðvar Geimsýruna, hún flæðir stöðugt og stjórnlaust, þannig að þið getið annarkot drukknað í henni eða surfað hana eins og sanni meistarar. Svo það ég persónulega undir því nafni sem ég var skýrður 1976, Gunnar Dan, þið getið fyllt mér undir því nafni á Facebook. Herraskutnar, þykir væntum ykkur, þetta næst, namaste.